Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð. Það svolítið spennandi sólarhringur að margra mati. Reyndar þessi upptaka sem hér fer á eftir, hún ekki gerð í beinni útsendingu og kannski hefur eitthvað breyst frá þeim tíma sem að við ætlum hér að rappa málin, ég og 3 Íslendingar með mér. En alla líkur eru á þegar þetta sendt út að stjórnarmyndunar viðræður séu í gangi, viðræður sem hófust klukkan 3 í dag. Og við ætlum að spá í spilin, reyna að vega og meta líkurnar á að gangi saman með þessari stjórn. Við ætlum líka í upphafi umræðunar að ræða spillingu og siðbót og kanna það hvort líkur eru á að siðir okkar batni með fulltrúum þeirra flokka sem nú eru við samningaborðið að reyna að berja saman ríkisstjórn. En áður en lengra haldið þá ætla ég að kynna gesti umræðunar. Atli Þór Hraundal, velkomin. Takk. Marino, velkomin. Takk. Jasmína, þið eruð öll þekkt af ykkar störfum. Ef við byrjum á spillingarpælingunni, Atli, spilling var aðeins til umræðu við á þessari stöð, en maður sá nú svo sem ekki hana sem vega mikið umræðuefni í þessum pallborðum eða beinu útsendingunum hjá stöð 2 eða Ríkisútvarpinu. En maður sér það hjá almenningi að það eru margir sem eru bara komnir með hingað alveg upp í kok af því hvernig íslenskri stjórnsýslu hefur undið fram. Ef þessir 3 flokkar, flokkur fólksins, Viðreisn og Samfylkingin komast í valda, líklegt að spilling yrði með einhverjum hætti öðruvísi eða minni en í tíð fyrri ríkisstjórna? Já, það svolítið erfitt kannski bara algjörlega að stimpla þetta sem siðbót, en það kannski má segja að þó þessi gott og göfugt markmið að útrýma spillingu, og ég starfaði nú fyrir samtök í smá tíma sem höfðu það sem markmið, þá auðvitað praktikinn svo að þú getur kannski dregið úr vægi hennar og það getur kannski verið betra að vera með svona samkeppniselítur heldur en algjörar elítur eða ættarelítur. Það sem getur gerst núna, og ég vil bara taka það sérstaklega fram að ég ekki að lýsa því yfir að neitt af þessu flokkum sé sérstaklega spiltur, ég bara líka að segja að þeir eru kannski ekki algjörlega heilagir. Það sem getur gert núna að það verður stór tilfærsla á aðgengi að resursum, og það þýðir að klíkar sem hefur komið sér mjög vel fyrir í marga áratugi og með höfuðstöðvar í Valhöll, hún missir eitthvað og það þarf einhvern veginn að endurdeila gæðum. Nú til dæmis verður hægt að skóla aðeins úr helmingaskiptakerfinu, geti tekið 2-3 kjörtímabil samt sem áður, sem að reyndar helmingaskiptakerfi eiginlega svona 40-40-20 kerfi, það hefur alltaf verið gefið svona aðeins til þriðja flokksins til að... Þá ertu komin með 80% helmingaskiptakerfisins í stjórnarandstöðu, ef þetta gengur upp núna. Já, þá getur þú veist, það sem ég að reyna að segja fyrir ekki hvað ég tala, ég bara að reyna að melta þetta ég að reyna að segja að samkeppni getur brotið spillingu að því leitum til að hún færir til resursa. En varðandi hvort það getur orðið eitthvað siðbót, þá held ég að það getur orðið, það eru talsverð tækifæri, ekki bara í svona einhverju siðbótaumræðu í ríkisstjórn Samfylkinga, Viðreisn og Flokks fólksins, vegna þess að þessi flokkar náttúrulega representa að einhverju leyti svona vinnandi stétt og eldra fólk og fólk sem hefur upplifað fátækt og skort, og ég held að þeir séu kannski, þetta að tala kannski 2 flokkar, Samfylkingu og Flokk fólksins. Svo ertu með svona millistéttina sem telur sig mjög gáfaða, sem kannski einhver leiti svona ég get alveg identifera demokrata syndrom, en kannski ekkit ofsalega rík, í raun og millistétt, og svo ertu með einhverja blöndu á millistétt og svona small business owners og lögfræðingum og annars slíkt í Viðreisn, og þetta líka bara fólk sem er svona aspirational. Það getur orðið talsvert siðbót eða næst að búa til eitthvað svona samning á milli þessa hópa, þessa stétta í íslensku samfélagi, að þá getur við
verið komið þann massa að geta svona svolítið rætt hver samfélagssáttmálinn yrði og hvernig við ætlum að standa með honum. Þannig ég bara að segja, þannig að stuttasvari já, það geti verið siðbót en það ekkert á lófinni en þú veist, það eru stór tækifæri ef þetta make sense sem svar. Já, Marín og... Ég sko, ef ég sko set á þetta mín glifru og þá vil ég sko frekar reyna til gagns heldur en að vera að brjóta niður. Já. Og mín rýni til gagns það að núna ákveðið tækifæri Nú höfum við það tækifæri að þarna kom inn þessar 3 konur og stjórn í íslensku stjórnmálum frá sjónarhorni kvenna og sjónarhorn kvenna dálítið held ég alveg örugglega allt öðruvísi heldur en sjónarhorn karla þó ég get nú aldrei gert annað en að lýsa einhverju frá mínu sjónarhorni sem karlmanns en þá held ég að í fyrsta lagi munu fjölmiðlar vakta þær miklu betur vegna þess að þær eru konur. Og þær mun ekki fá tækifæri til þess að mistiða sig. Þannig að þær þurfa að passa sig alveg rosalega vel að þær sé ekki mistiða sig. Þær fá ekki sömu tækifæri til að mistiða sig eins og sjálfstæðisflokkur Bjarna Ben eða vinstri grænir voru í þessari sömu ríkisstjórn. Þetta því miður sannlega alveg rétt hjá þér. Og þannig að það svona það sem ég sé og þess svona vona ég það að það ef við segjum svo að þetta verði þetta stjórnarsamstarf að þær bara vandi sig. Þær bara passi það að það verið að anda niður hálsmála á þeim í hverju einasta skrefi. Það einhver fúllkall eða fúllikallar sem að því og við sáum það bara í formannaviðræðunum bæði þarna á kosninganóttina og Stöð 2 á sunnudaginn að þeir eru sko með bökum Hildar Bjarni og sem heitir Davíð og það bara þeir líta það sem alveg skelfilegt að þessu 3 konur sem muni hér stjórna hugsanlega landinu næstu 4 ári. Já, það var mjög vandræðalegt hvernig þeir ætluðu ekki að leyfa þeim að bara tala saman, hvernig þeir reyndu að yfirtaka strax umræðina og eiginlega bara sussa á þær og hýta þeim til hliðar þótt þær væru sigurvegar kosningana en Bjarni náttúrulega Ég meina, hversu oft sagði Kristrún í þessum samræðum öllum Bjarni, nú ég að tala, þú búin að tala, nú komið að mér. Og þetta náttúrulega, þetta alveg skelfilegt að maður sem á dóttur skulle láta svona við aðra konu. Og hann setti niður við þetta, ekki hana. Og hann verður bara átt að segja á því að þetta er ekki það sem fólk vill í dag. Fólk vill ekki í dag að það sé tala niður til kvenna. Jasmína, sko, það oft verið rætt að það sé svona mjög greitt aðgengi fjármála og valda þegar við skilgreinum sjálfstæðisflokkinn. Og sumir segja eitrað samband viðskipta og sjálfstæðisflokksins í seinni tíð hafi verið einhelsta meinsemd Íslands. Við náttúrulega vitum að þeir verja kvótakerfi í þeirri mynd sem að það hefur verið og gera ekkert í rauninni til þess að skapa sátt innan þjóðarinnar alls konar umdeild mál. Heldur að sko það eitt út af fyrir sig geti leitt til breytinga í 8 siðbót, þetta sem ég nefni hér ef sjálfstæðisflokkurinn fær frí í næstu ríkisstjórn? Ég held það nefnilega að því bæði Viðreisn hefur talað mjög skýrt þetta kvótakerfi og hafi skýra stefnu í því málefnum. Mér heyrist að Samfylkingin á sömu skoðun að það þarf að gera eitthvað þar líka. Og og Inga Sæland náttúrulega talaði rosalega mikið fyrir þessa félagshyggju og það þarf að taka meira svona auðlindagjald af til þess að fjármagna einmitt þessi láglaunastörf og til dæmis bætur sem greitt til öryrkja og ellilífeyrisþega. Þarna tækifæri einmitt fyrir þessa stjórn einmitt að kannski koma þessum málum á dagskrá
og ég held að sé líka bara mjög fínt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að fara bara í stjórnarandstöðu og aðeins að æfa sig í því. Það gott fyrir Ísland? Já, ég held við kosningar náttúrulega sýndu fram á það að flestir vilja einhvers konar miðju-vinstri stjórn, miðju-vinstri, já, og ég held að þetta sé bara gott fyrir samfélagi í heild, að því við höfum verið náttúrulega svolítið í undanfarin ár hafa komið náttúrulega ansi mörg mál sem með tengist svo kallega spillingu og það ekki sko, það myndast ennþá meira gjá á milli þjóðar og fólksins og það eitthvað sem við megum sko allavega ekki auka og líka bara orðræða sem búið að vera í gangi og svona, ég held þess að 3 konur ef það ná saman að geta breytt svo ótrúlega margt og ég sé sammála líka Marín og að það var mjög líklega fylgst með hverju skrefi hvað það að gera og ég held þetta svona tal núna að það geta ekki gert hitt og þetta og eitthvað svona, ég held þetta sé meira svona, já, einmitt kallarinn stjórna betur og það þarf að hafa einhvern svona leiðtoga, kallmannsleiðtoga inn í þessu og þannig, en ég held þetta verður til klárlega til myndi boða örugglega betri tíma. Ég nú sannfærð það og ég þekki innan Viðreisnar og ég veit það frábært fólk þar og þekkir ekkert eins mikið til Samfylkingar en mér sýndist að þarna öflugt fólk líka og náttúrulega tala ekkert líka verkalýs koma segir leiðtogar eru líka í flokki fólksins þannig ég held þessi blanda bara mjög góð þar að segja ef þau ná saman og ég vona að það gerist, ég held við höfum bara öll gott að því og ég bara vera mjög stolt að hafa bara 3 konur að leiða þessa ríkisstjórn, ég verð bara að segja eins og Ég ætla áður en lengra haldið að setja þann fyrirvara fyrir áhorfendur og hlustendur að ég var sjálfur á lista flokksfólksins og annar varaþingmaður í Reykjavík norður og sannarlega kann að vera að ég sé hlutdrægur af einhverjum jafnvel ómeðvituðum ástæðum í þessari umræðu en mér finnst best að hafa það á hreinu þannig að þið lesið mig sem slíkan þótt ég reyni alltaf að vera bara blaðamaður. Það eitt sem þarf að koma skýrt fram að nú verður landsfundur Sjálfstæðisflokksins hvað í febrúar. Já. Og af 3 kandidötum til formans ég reikna með því að Bjarni haldi ekki áfram að þessi 3 kandidötum til formans eru 2 konur. Þannig að við erum mögulega með þá sviðsmynd að það verði 4 stjórnmálaflokkar leiddir af konum núna bara á þessu þingi. Síðan spurningin hvað Sigurður Ingi gerir og var hann að fá Höllu Hrund þarna inn vegna þess að hún átti að taka við honum þá var það 50 flokkurinn en náttúrulega það mun aldrei gerast á konaleiði miðflokkin en ok, ekki bráð en þannig að við erum mögulega að fara inn í ennþá meiri breytingu í íslensku stjórnmálum heldur bara það að það séu 3 konur að fara að leiða öld kvenna í uppsiglingu. Má ég bara skjóta inn sko, bara þannig að sé alveg að hreinu að þá var ég kannski jákvæður en svari gaf til kynna. Ég held að verði siðbót, ég var bara að reyna að líka að lýsa sko bara dýnamikinu sem leiðir til siðbót, af því að þú veist það bara gerist þegar verður hristist upp valdastruktúrin þá verður einhvers konar siðbót eða þar að segja breyting en svo, þú veist, áskorun alltaf bara einhvern veginn að viðhaldinni sko. Ég alveg sammálaður með það að þetta gerist ekki sjálfkrafa. Nei, það gerist ekki. Ég held að ég til dæmis held sko ástæðan fyrir að ég svona spenntur fyrir þessari ríkisstjórn, ég sko bara alveg segja það að nú búið að tala rosalega lengi að við þurfum að ná aftur einhverjum pólitískum stöðuleika og 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 ef maður skoða bara hvernig þú veist kjósendur þess að flokka dreifast þá þú veist þá dreifast í raun og veru þannig að Samfylkingin og Viðreisn eru
þú veist, þeirra kjósendur dreifast frá félagshyggjunni svolítið yfir í markashyggjuna en eru svona frjálslyndismegin í, þú veist, hvernig þau identifera. Þar ertu að vitna til gagna sem hafa komið fram og byggja á kosningaransókninni 2021. Það hérna bók sem var að koma út, þú veist, hún ekki komin út á prent, það hægt að kaupa hana samt og fá PDF. Hún heitir Lognmolla í Ólgusjó, sem fjallar kosningaransóknir, fræðigreinar. Þannig að það eru þetta byggt á tölum frá síðustu kosningum svolítið mikið, en svo var líka RÚV með, tók saman svör frambjóðenda og svör flokkana og dreifði yfir svona á hennan, en kosningaransóknir eru kjósendur, en allavega þú ert með 2 flokka sem að eru bara mjög líkir að mörgu leyti þó að þessi meiri þéttleiki samfylkingamegin lengra í félagshyggjuvængnum og fer svo yfir í markashyggjuna og svo ertu með, þú veist, flokkfólksins sem bara frekar sammála samfylkingunni, Viðreisn sko markashyggjuna en eru íhaldsamari og þú veist, þarna bara tækifæri, þú veist, þessi áskorun fyrir leiðtogana til þess að ná sáttmála þessa fólk, sáttmálurinn eru vinnandi stétta, millistéttarinnar og kannski svona efri millistéttar sem hefur ekki tekist í mjög langan tíma á Íslandi og þetta getur bara undirbyggt talsverðan stöðuleika í pólitískt, talsverða sátt í samfélaginu, talsverða tiltrú á kerfinu, af því að þú veist, það ekki þannig að flokkarnir og ríkisstjórnir sko, þú veist, sem að bara svona smelli saman sigli inn í stöðuleika, þú þarft að búa hann til. Þannig að þú veist, ég held að sé ágætt að þessi pínu áskorun fyrir leiðtogaflokkana og ég held að kjósendur allar þessar flokkar séu mjög tilbúin að vera saman í liði. Þess vegna sé ég mjög mikið tækifæri í þessu. Já, sko, við verðum að hafa í huga að sko, í íslenskri pólitík þá erum við sammála 95% af útgjöldum ríkisins. Og þessi munur sem á flokkunum, sko, frjálslynd markaðshyggja, hvað það? Hún ekki til á Íslandi, hefur ekki verið til, hún heitir fákeppni svona almennt hér. Já, en þetta náttúrulega ekki spurning það. Þetta spurning ég meina í grunninn þetta eins og með þessa ríkisstjórn sem var greip fram fyrir, en í grunninn var vandamál núverandi ríkisstjórnar að þau ekki sammála hvernig gæði verið til. Sjálfstæðismenn telja bara að ríki skapi engin verðmæti og steli bara frá einkageiranum og VG nú ég að tala um sko, þetta var Þorgerður Katrín sem sagði þetta. Já, ok. Já. Með frjálslynda markaðshyggju. Sko, hún almennt ekki til á Íslandi. Hún sko, vegna þess að hún væri frjálslynd og væri markaðshyggja að þá væri samkeppni en ekki fákeppni. Það svona eiginlega grunnurinn í því að það sé markaðshyggja að það sé samkeppni. Og þannig að munurinn á sko, við getum eiginlega tekið þetta atrið út úr jöfnun og sagt þetta ekki atrið sem mun steita á einu en einu. Við erum alveg sammála menntastefnuna, heilbrigðisstefnuna, velferðarstefnuna. Þetta einhver smá útfærslu atriði. Þetta ekki eins og ég meina sjálfstæðisflokkur og VG voru ekkert ósammála það að við ætlum að vera með gott heilbrigðiskerfi. Þeir voru bara ósammála það hversu margir mættu vera úr einkageiranum og hversu margir ekki. En innan heilbrigðiskerfisins við byggjum alveg svakalega mikið á einkageiranum það. Allir þessi sjálfstæðsstarfandi sérfræðingar sem eru, eiginlega sérfræðingastétt Íslands 60-70% sjálfstæðsstarfandi. Þannig að þar þegar komin ákveðin markaðsstarfsemi sem enginn að mótmæla. Og svona heldur þetta alltaf áfram að það ekkert svo ofsalega margt sem skilur á milli en ég hins vegar óttast eða ég sé fram á að sjálfstæðismenn munu núna á komandi þingi til að fara Excel-skjalið hans Birgis Ármannssonar frá því 2009-13 og fara í massíft málþóf. Já.
og það, við þekkjum það alveg frá 2009 til 2013 en það var gandast með Excel-skjal en Birgir var með það og það fólk var sendt upp í pontu samkvæmt þessu skjali og það fekk þú átt að tala í þetta marga mínútur, þú tala í þetta marga mínútur. Ég er aðeins skotin í því áður en við kannski förum þangað í aðhald ríkisstjórnarinnar utanfrá. Það er svolítið skotin í því að reyna að svona fá álit ykkar á því hvað þarf að gerast til þess að þessi ríkisstjórn komist á koppinn. Hverjar eru helstu ógnirnar? Hvernig er rafmagnið? Hið persónulega skiptir náttúrulega máli á milli þessara 3 kvenna. Byrjum bara á þér, Jasmína. Myndirðu setja peningana þína á það núna að þessi stjórn verði að veruleika? Og þó hvers vegna? Ég held ekki, sko. Mín persónulega skoðun er að það hefur komið fram, það er þarna örugglega lengst á milli Viðreisnar og flokki fólksins, þar að segja Ingu og Þorgerði. Sko, orkumál, örugglega, ég held allir þessi 3 flokkar eru sammála það. Það sem verður samið er Inga vill 450.000 í tekjur fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega, að lágmarkslaunin verða það. Á meðan Þorgerður og Katrín er að tala að borga niður skuldir. Og þetta er náttúrulega gríðarlega mikið aukning í útgjöldum ríkisins á sama tíma og við ætlum að selja jafnvel Landsbanka og Íslandsbanka til að greiða niður skuldir. Ég held það verður svolítið getur verið það getur verið eitthvað sem stoppar á. Síðan Þorgerður Katrín talar alltaf stöðuga ríkisstjórn og það sem er hægt að treysta á, mynda stöðuleik og allt það. Og þeir hafa verið með í stjórn með Bjartri framtíð á sínum tíma og það náttúrulega enda ekkert rosalega vel að því ungur flokkur og var ekkert allir með mikla reynslu og eitthvað ekki hvað maður segir, stífar eða sterkar stóðir í sem stjórnmálaflokkur. Ég held hún horfi svolítið í þetta núna að flokkur fólksins er kannski jafnvel ekkit með styrka stóðir undir, getur það komið að grasrótin verður ekkit ánað og ekki þingmenni getur Inga Sæland haldið þessu gangandi. Ég held það verður svolítið spurningamerki hvað fleiri mál gætu komið upp. Ég held að sé alveg hægt að semja jafnréttismál þó Inga Sæland hefur kosið gegn þungunarrofi og eitthvað ef það myndi koma eitthvað upp. Ég held að sé mál tiltölulega kannski auðvelt að semja milli þess að 2 flokka því það er flokkur Viðreisn er jafnréttisflokkur á meðan Inga Sæland hefur sýnt fram á það er með íhaldssemi í þeim megin. Þannig en ég held að þetta sé kannski ekkert stóri kannski þættir. Ég held aðalega þar sem það verður svo veit ég ekki náttúrulega hvernig kemur það út með lífeyrissjóðina þar sem Inga Sæland var að tala og ég veit Ragnar líka hvernig það list vel Viðreisn á þá hugmynd. Ég held það gæti líka verið eitthvað mál sem þurfti ræða ítarlega. Þannig, og svo eru náttúrulega, ég held allir sé sammála að það þarf að gera eitthvað í húsnæðismálum og ég veit að hún Ásta Lóa náttúrulega fekk rosalega góða kosningu í Suðurkjördæmi að ég býst við að það verður hennar áherslu verða hlýtur að vera ofan á og hún vill afdengja var ekki afdengja verðtrygginguna eða ekki, hún talaði það. Ég held það sé eitthvað sem örugglega hugnast ekki rosalega vel Viðreisnarfólki. Ég veit ekki hvort það verður eitthvað hægt að semja það, þannig það náttúrulega eftir allt sem komið ljós, en þetta er mál það sem er komið fram í kosningabaráttunni og geta náttúrulega komið í við samningaborðið að það þarf að víla og díla og hvernig þau alltaf ná þessu. Og ég held að sé alveg kannski mögulega hægt að ég held að launin líka eitthvað sem er hægt að semja og kannski greiða minna á skuldum
En ef þetta rétt hjá þér að náist ekki saman hjá þessum 3 flokkum, hver finnst þér þá að vera líklegast að ríkisstjórn okkar? Ég held að það væri þægilegast fyrir allavega Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur geta náð auðveldlega vel saman og ég held að sé alveg hægt að samfara Samfylkinguna fara þar, valla þau fara að tala við Miðflokkin, mér finnst það ólíklegt. En ég gæti alveg sé ríkisstjórn líka með Miðflokknum, Sjálfstæðisflokknum, Miðflokk og Viðreisn. Ef þú ítir ef Viðreisn nýtir kannski svona mannréttinda eða hvað svona innflytjendamálum til hliðar, þau tölu ekkert rosa mikið hátt það í kosningabaráttunni, en mér finnst það samt svona síst, mér líst bara enga veginn á þessa ríkisstjórn. Ég held að sé svona X, C og D myndu þau gæti alveg náð góðum samningi svona líklegast. Já. Mér langar að koma með eina athugasemd, það eru nokkur atriði sem fjallaðum sem ég held að séu byggð á misskilningi. Í fyrsta lagi þá samkvæmt nýju örorkukerfi að þá er verið að færa örorkubætur upp í 420.000 að minnstu kosti. Þannig að 450.000 ekkert langt frá. Reyndar skattfrjálst, segir ég. En það þetta með skattfrelsi sem og ég held að þar hafa hún kannski farið fulllangt því að hún átti sig ekki á því að ef við hefðum látið skattfrelsismörkin halda þá væri þau einhvers staðar í kringum 270.000. Já. En skattfrelsismörkin miklu verri heldur en upphæðin 450.000. Varðandi það að taka staðgreiðsluna frá af iðgjöldum og innborgunum í lífeyrissjóðina, það eiginlega skiptir engu máli. Ég búin að fylgjast með starfsemi lífeyrissjóðina núna yfir 20 ár og var ráðgjafi fyrir langflesta lífeyrissjóðina í öryggismálum, upplýsingaöryggismálum fyrir 20 árum og ég ræddi þessi mál við alla þá sem þá voru í stjórn og hvort heldur þetta með verðtrygginguna eða þetta hvenær skatturinn væri tekinn sögðu þau skipta engu máli. Lilja Mósesdóttir talaði fyrir þessu 2009 og fyrir vikið var hann eiginlega rekinn úr flokknum. Og maður sér viðbragð kerfisins núna, þetta rosalega hart viðbragð gegn þessu. Nei, hvers vegna? Ég veit það ekki. Lífeyrissjóðnir eru með tæplega 9.000 milljarða. Já, kerfi hafa tilhneigingu til þess að verja sjálfsög óbreytt. En málið þetta kemur lífeyrissjóðunum ekkert við. Hlutverk lífeyrissjóðuna að ávaxta það fé sem þeir fá til sín. Hvert hlutfallið af iðgjöldunum það sem fer til lífeyrissjóðuna bara kemur þeim ekki við. Það eru verkalýðsfélögin eða stjórnvöld sem ákveða það. Önnur hliðan þessi brjálæðislega stjórnarkostnaðar lífeyrissjóðanna hér á landi. Já, hann nú stærsti hlutin af honum þóknanir vegna þess að þeir eru með 9.000 milljarða í ávöxtun. Finnst það samt ekki ansi hár? Já, ég veit ekki hvernig en láta það alveg líka með hluta. En fyrir lífeyrissjóðina þá bara þeir eiga ekkert að vera að skipta sig að því hvort þetta skattlagt fyrir þeim eða ekki. Það kemur þeim ekki við. Það kemur þeim sem eiga iðgjöldin tekin af, það kemur þeim við og það kemur þá atvinnurekendum við sem setja mótframlagið. Þannig að þetta bara eitthvað sem mér finnst þetta að vera ekki neitt vandamál. Mér finnst þetta ekki einu sinni vera þannig að menni að deilum þetta. Nei. Og engin frágangsök í þessum Nei, og núna eru lífeyrissjóðirnir komnir á stöðu þeir eiga bara í erfiðleikum með að fjárfesta í þeim eignum sem þeir eru með til ávöxtunar. Þannig að þetta myndi svo kjánalega sem það þá gæti þetta aukið ávöxtun
í lífeyrissjóðina vegna þess að þeir eru með minna fjármagn sem að keppa sömu fjárfestingarkosti. En spáir þú þá því að það gangi saman? Sérðu engin ljón í veginu? Ég þegar fólk fer að ræða saman þá fer það fyrst að skoða hvað það á sameiginlegt. Það fer ekki beint í það að ræða það sem á ekki sameiginlegt. Það eru allar einmitt verið skýrar þar, allar þrjár. Og ef þú skoðar stjórnarsáttmála fráfarandi ríkisstjórnar, hvað var hann, 70 blaðsíður eða var hann 100 blaðsíður? Nei, hann var nú reyndar svona 40. Hún var óvinni langur. Að hvað var að fara mikið eftir því sem þar stóð og svo komu túlkannar á efni þannig að ég held að byrjum á því að fá stóru málin það sem ég myndi ráðleggja þeim byrja á því að ná sér saman stóru málin og það skiptir máli búa svo til hennar sáttmála og láta kanónar í þessum flokkum einbeita sér að þessu stóru málum láta svo alla hina leita þessum litlu tækifærum til umbóta þessum tækifærum sem eru það að heilsugæslan á Hornafirði séu opin aðeins lengur eða eitthvað þess átt eitthvað sem skiptir nær samfélagið máli því að í dag að þá í síðustu ríkisstjórn þá voru menn allt of mikið að gleyma nærsamfélaginu. Það var þessi kýtingur á milli ríkisstjórnar og sveitastjórnar skiptingu útgjalda. Þetta er bara bull. Þarna á bara að vinna að því þannig að nærsamfélagið fái þá tilfinningu að sveitastjórnir og ríkisstjórn sé að vinna saman. Þetta er ekki við og þið. Þetta eru við erum allstaðar. Já, en hvernig heldurðu að nú erum við bara að leika okkur, þetta er samkvæmisleikur við erum að reyna að skefta áhorfendum hér með einhverjum fabuleringum forsætisráðherra verður hver, ef þetta gengur? Já, þetta er náttúrulega Kristrún er náttúrulega langhæfust til þess að fara í fjármála og efnahagsráðuneytið. Það fer ekkert milli mála. Myndum sætta sig við það sem valdamesta ég held að hana brenni í skinninu við það að fá það ráðuneyti. Fá ríkiskassan í fangið. Kristrún mun ekki segla viðræðum í strand fyrir forsætisráð. Nei, en ég er með svona pínlítið skrýtna hugmyndir hvenær var það 83 eða 2 eða hvað það er þegar Gunnar Thor stofnar ríkisstjórn, kemur saman ríkisstjórn að þá fór hann þetta er líklega eina ríkisstjórn sem ég man eftir það sem stofnum var ríkisstjórn utan hagsmuni landsmanna, almennings það sem hagsmunir almennings voru settir á oddinn og við ætlum að það var eina sem var hugsað það hvernig náum við verðbólgunni niður og við ætlum að hugsa almenning ekki einhverja aðra. Ekki útgerðina. Já, og ef við færum inn í þá hugsun þá myndi ég vilja sjá það að fá hæfustu manneskuna í orku og umhverfismálum inn í þessa ríkisstjórn sem var að falla hrund. Ég myndi vilja fá Áslaugu Örnu inn þannig að hún héldi áfram með háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið og fá jafnvel Þórdísi Kolbrúnu og láta hann vera áfram í utanríkisráðuneytið. Þetta getur verið mjög klókuleikur. Og en þetta er náttúrulega bara útilokað í þessu þessari klassísku pólitísku hugsun sem er í Íslandi að þar er alveg skil. Við erum í stjórnarandstöðu eða við erum í stjórn og En saga Höllu Hrundar er samt önnur en hinn að tveggja sem þú nefndir þannig að svona við fyrstu sýn þá sýnist manni sem að það væri líklegra ef við tökum þess að 3 kosti þá væri það aðeins líklegra heldur en hinni 2 en mjög áhugaverð hugmynd hjá þér. En hverjum væri aðrir á þeirra það náttúrulega það koma náttúrulega úr Viðreisn þá hérna, það er náttúrulega 2 flokkur sem að hafa verið að vinna saman. Það er Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur. Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur
Já, svona líka dálítið, mér varst það dálítið fyndið sko að það hefði sagt að flokkur fólks sá verið svo reynslulaus. Ég man ekki til þess að Viðreisn hefði verið fyrr í ríkisstjórn heldur en 2016 og var það ekki reynslulaus í ríkisstjórn. Þetta kann að vera hluta þá fóru 2 reynslulausir flokkar inn í ríkisstjórn. Já, þetta kann að vera hluta af þessari kvennaorðræðu sem voruð að ræða hérna áðan. Já, og núna í þessum hópi sem við erum með þá erum við ekki með nema 2 gamla ráðherra sem hafa reynsla því að ráðherra. Já. Það Þórunn Sveinbjarnardóttir og Þorgerður Katrín. En þetta líka, sko, maður heyrir þetta bara hjá mann eins og Agli Helgasyni að þetta svona, það litið niður á sumt fólk, suma fulltrúa, sum stjórnmálöfl. Það alltaf svo stutt í þessa virðingu gagnvart og stutt í þessa hugsun að Sjálfstæðisflokkurinn eigi þetta, Framsóknarflokkurinn eigi að vera nálægt honum og aðrir séu svona, þeir eigi ekki þetta erindi og þótt sko umræðin það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sennilega verið síst stjórntækur af þessum 3 flokkum núna sem koma frá fráfarandi ríkisstjórn. Já, og líka þetta sko að Inga Sæland sé kjaftför og svoleiðis en ég fæ ekki betur sig að Sigmundur Davíð sé bara alls ekkit sko lakari stað en hún með það sko. Nei. Alls ekki. Inga Sæland, hún sýndi það alveg að hún skilur alveg hvað í gangi vegna þess að leið og það leit út fyrir að þetta væri hinn augljósa ríkisstjórn. Þá bara sá maður hvernig hún aðlaði sig að þeim raunveruleika og talaði sem leiðtogi flokk sem var að fara í ríkisstjórnar viðræður. Þér finnst það? Þannig að þú veist, þetta er bara snobb, þetta er bara þú veist, og þá meina ég ekki sko, það megi ekki segja uppátt að flokkur fólksins sé ekki með mikla reynslu innandýra í þessum málum. Það má alveg segja það, en það verður þá að vera byggt á sko, eða þú veist, mér finnst að þurfa þá líka byggja á þeirri hugmynd sko, er þetta ávinna sér reynslu? Er þetta að fá lánaða reynslu? Ég meina það er fullt af fólki sem er með reynslu að mynda ríkisstjórn sem er núna bara að gera ekki neitt. Ég meina er þetta að sækja einhverja reynslu eða einhverja sýn eða einhverja þekkingu þar. Veist, þetta er svona pínu, þetta er náttúrulega bara þetta tvöfalda siðferði sko. Ég meina, ég held að þetta séu fyrstu kosningarna sem við farið í gegnum þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn þurfti að spila til sömu leikreglum og allir aðrir og það kostaði þá nú aldeilis fylgi. Sko Sjálfstæðisflokkurinn er ekki bara ekki stjórntækur, þetta er algjörlega stjórnlaus flokkur og á bara ekki að koma nálægt því að reka húsfélag, hvað þá annað. Hvernig heldur þið? Og við verðum líka að taka með í það að þegar Bjarni rauf stjórnina þá hann sagði í stjórnarráðinu að hann væri að búa til kosninga til þess að auka þingmannafjölda Sjálfstæðisflokksins. Já. Hann bara sagði nú þarf að stokka upp aftur. Planið að spjarna það klúðraðist gjörsamlega. Það fór allt í svo. En þannig að þessi umræðum það að flokkur fólksins eigi ekki vera stjórntækur og þú sagðir þetta áðan, þú sagðir sko og ég skrifa þetta líka í pisli hjá mér að vera stjórntækur er að flokkarnir gangi sæmilega í takt að þeir hafi þeir ræði saman að það sé ekki þeir séu samstíga þeir séu stefni að sama markmiði sem hefur verið samþykkt og náði því og það sáum við sáum það strax að sko þegar stjórnum var stofnuð 21 að þá sagði Bjarni strax að sumir þingmenn myndu fá að halda sinni skoðun óháð stjórnarsáttmála. Já. Og þá áttu náttúrulega Sigurður og Katrín að segja þetta gengur ekki. En sko allt gangvirki Sjálfstæðisflokksins gengur út á að flokkurinn sé í ríkisstjórn. Það hefur verið bent á það að ráðuneyti eins og dómsmálaráðuneyti það er nánast alltaf í þeirra höndum. Það er ástæða fyrir því að dómsmálaráðuneytið
nánast alltaf í þeirra höndum. Þeir vilja eiga fyrsta orðið og síðasta orðið og allt sem þar á milli. Stundum hefur það verið íslensku þjóðinni til góðs. Við getum farið aftur í tíman og bent á tímabil þar sem að sjálfstæðismenn voru við stjórn og það var alveg prýðileg tímabil. Ísland reis upp úr fátækt og ömurð og fór úr moldi upp í hagvöxt og velsæld. Þannig að það enginn að segja að saga flokksins sem slík sé blóðug. En í seinni tíð þá hefur orðið mjög svona ábyrjandi vík á milli vina að almenningur upplifir sig ekki hjá Sjálfstæðisflokknum og við sáum það núna þegar flokkurinn fór í fyrsta skipti í 90 eitthvað ár undir 20% sem náttúrulega hrikaleg raskelling fyrir Bjarna og ég ætla nú að spá því að hann verði ekki formaður mikið lengur og hann sannlega veit það. En hvað bara þýðir þetta eitt og út af fyrir sig af því að við vorum að byrja að ræða siðbót að sko það kemur þá súrefni, það kemur einhver svona nýr veruleiki inn í alls konar kima íslensks samfélags, það gæti orðið aftur tiltrú, traust í staða vantrausts ef það hrært í þessum pottum upp og nýtt því að ansi mörgum Íslendingum hefur liðið þannig eins og hér sé allt botfrosið í kerfi, kunnugra, tengdra og innvíðra og aðrir eigi bara engan séns. Sko ég reyni alltaf að tala þannig að vinur sá sem til vams segir og og ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn þurfa að fara í naflaskoðun. Brynjar Níelsson er aldrei svona sammála mér. Ég hef ekki oft sem við Brynjar sammála en við vorum báðir sammála þessu sem að þetta væri forgangsverkefni fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hann var að færa að skoða hver er tilgangurinn hans og hver er stefnan hans. Framsókn hefur þurft að gera þetta alltaf öðru hvoru en Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei þurft að gera þetta áður og núna þarf hann bara að gera það. Ég held að það sé alveg á hreinu að við viljum frekar hafa öflugan Sjálfstæðisflokk heldur en annan hægri flokk sem er kannski aðeins meira til hægri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og með afkakendari hugmyndir. Meinar þá Sjálfstæðisflokk eins og við þekktum hann áður borgaralegri og svona víðari, breiðari? Já, ég meina Sjálfstæðisflokkur Davíð Oddsson var náttúrulega svona skrítinn flokkur þannig að ég myndi vilja fara þá fyrirfram þann tíma. Ég hef átt sagt að Þorsteinn Pálsson hafi líklega verið besti formaður Sjálfstæðisflokksins og en það fór ekki vel fyrir honum. Nei, hann var á mjúku fyrir harðakjarnan en þannig að en ég held að við viljum hafa sterkan hægriflokk bara til þess að hafa ákveði jafnvægi í þessu litrófi sem er þannig. Já, ég er frekar til hægri heldur til vinstri kannski í mörgum málum þannig ég er ekkert ósammála því og ég grínaðist einhvern tíma þegar vinur mig var að spyrja mig hann daginn þá sagði ég ef þetta verið fyrir innflytjendamál ef ég átti ekki þennan bakgrunn sem ég hafði, þú veist, það er að vera flótta og að vera innflytjandi og allt þetta og kannski mögulega hef ég verið í Sjálfstæðisflokknum sjálf sko. En mér finnst hvort sem er vinstri eða hægri, ég held allt svona flóra af mismunandi skoðunum inn á Alþingi og fulltrúar, þú veist, allra mér finnst það á að vera inn á Alþingi bara alveg sama hver það er vegna þess að öðruvísi virkar lýðræðið ekki eins og við erum að horfa upp á núna, þú veist, það er stór hluti sem hefur í raun og veru ekki málsvara sín á Alþingi þannig þetta er já, en Sjálfstæðisflokkurinn sko, ég reyndar fílaði Sjálfstæðisflokkinn með Davíð Oddsson ég held maður með vera mjög glaður að heyra það núna mér fannst hann vera sko mér fannst hann vera samheldnari heldur nokkuð tíma með Bjarna Ben í fararbroddi og það sem náttúrulega er að gerast er það að þetta er þessi sérhagsmuni sem svolítið hafa kannski svona, skemmt fyrir Sjálfstæðisflokknum og ég held að margir innan þess flokks hafa líka séða og
jafnvel kannski ekkit þóra kannski tjá sig með beinum hætti. Allt frá einkavæðingu bankanna sem ein gjörspildasta gjörð íslenskra sögu hefur verið svona, það hefur hallað niður í móti. Jú, það hefur, og hverja einasta kosningu síðan þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn fengið minna og minna fylgi og núna fyrir, þú veist, 19% jú, kannski varnarsigur, en ég meina þetta er ekkit eitthvað sigur fyrir Bjarna Ben. Nei, má ég einmitt taka hugtæki varnarsigur aðeins og fá hérna kannski þína skoðun á því allir að sko, það er orðræða fjölmiðlana. Ég tók eftir því að heitir að Sýn eða heitir að 365 þeir sem rekka stöðtúbylgjuna Sýn, að þeir eru sjálfir með orðið varnarsigur í staðhæfingarformi í fyrirsögnum, bara leið og Bjarni er búin að tala varnarsigur og fleiri fjölmiðlar, þeir slóðu því bara strax upp að það væri komið varnarsigur. Með því líti ég þannig á að það er verið að plæja jarðveginn til þess að gera það minna einkennilegt fyrir almenning að þessi flokkur haldi áfram í ríkisstjórn, alveg sama hvað ágengur. Og mér langar aðeins að ræða hérna fjölmiðlana og hvernig fjölmiðlarnir eru að nálgast það sem hefur gerst núna eftir að úrslit urðu kunn. Mér finnst gamal kunnugt stef vera farið á stað frá með því að miðaldra fjölmiðlamenn fara að gera grín að the underdog í þessum samræðum sem er flokkur fólksins. Eiga þeir örugglega eitthvað eiga þeir heima þarna og það kemur strax þessi tilhneiging að Sjálfstæðisflokkurinn eigi nú þrátt fyrir allt heilmikið erindi bara áfram algjörlega í blóra við kosningaúrslitin. Já, en þetta er bara veikleiki innan blaðrandi stétta. Þú veist, þær eru bara að hafa verið, þú veist, og ég veit að ég er búin að tilheyra þessa stétt en þetta er alltaf minna og minna núna sem betur fer, að þetta er bara tilhneiging til þess að vera að drukkna í lotningu fyrir Sjálfstæðisflokknum. Almenningur er löngu búin að sjá þetta. Bjarni Benediktsson er vanhæfur leiðtogi. Hann gæti ekki rekið endurvinnsluklúbb í hverfinu sínu slysalaust. Hann er það sjá það allir og það er ástæðan fyrir að hann er óvinsalasti stjórnmálamaður bara sem sögu fara af hjá almenningi. En almenningur sér þetta fyrir löngu. Af hverju við þóru almennings og fjölmiðlamanna ólíkt það? Já, ég skal koma að því. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði í þessum kosningum og skítapaði í kosningum. Hann misti auðvitað ekkert rosalega marga þingmenn með við fallið, en það var boðað til þess að kosninga til þess að stokka spilinu upp á nýtt og fá fleiri þingmenn. Þannig að þú veist, þetta er bara tap samkvæmt öllum mælingum. Og það er hundleiðilegt í Valhöll. Það hefur ekki verið það hefur ekki verið haldinn fundur í Valhöll í svona 7 ár. Þar sem við hefum fengið fréttir af því að það hefur verið stuð og gaman. Þetta er tap fyrir alla stjórnmálaflokka. Að mörgu leyti er staða Pírata og sjálfstæðismanna komin til af svipu, þú veist, að það er eitt sem að þeir eiga sameiginlegt. Þessi flokkar fengu hvorugur annars vegar að verða og hins vegar að viðhalda því að vera einhvers konar mannbóta félag. Það færði ekkert að vaksa þarna innandýra og þá náttúrulega hverfa flokkar hægt og rólega. Það var lausara fylgi á Pírötum og það er svona hörfu þau og það er bara mjög dýr leksía fyrir þau og það er mjög blendna tilfinningar sem að ég hef gagnvart í. Ég vildi að þau hefðu lært þetta með einfaldari hætti. En þetta er bara það sama. Sjálfstæðisflokkurinn neitar að læra þessa leksíu og tapar þess vegna og tapar. Það er bara svo mikla tap að það tekur smá tíma. Þetta er bara fíllinn sem þarf að éta í mörgum bitum. Þannig að það er algjörlega þannig að tapar af þessa kosninga eru sjálfstæðismenn og þú veist, og það er vegna þess að þeir eru með ömurlegan leiðtoga, bara lélegan og vanhæfan sem hefur bara fengið 1.000.000 tækifæri og er ekkit með neina helvítis teflonhúð. Það eru fjölmiðlar, við skulum ekki gleyma því, spiltast á óvinsælar. En teflonhúðin er ekkit að því að hann sé að vakna á mótnana og maka á sig einhverju teflonhúð. Þetta er ekkit hans gjörðir. Það eru bara allir aðrir alltaf að maka á hann þessari helvítis teflonhúð. Og nú þurfa sjálfstæðismenn að fara í einhverja sjálfskoðun og það er bara mjög mikilvægt og ég veit að sjálfstæðismenn hlusta ekkert á mig og hafa engan áhuga á því. En ekki internalæsa hrun þessa flokks í ykkar persónlegu mistökum. Reynið í alvörunni að horfa til þess að þið eru bara með algjörlega vanhæfan formann og ykkar mistök, ef þið ætlaði að skoða þau, eru að stjórnmálaflokkar sem ætla að vera stjórntækir, láta taka sig alvarlega, laða fólk að, halda upp einhverju starfsemi, þurfa að vera með grasrót sem hefur einhvern snefil af sjálfsvirðingu
og þessi sjálfsvirðing fengin með því að leyfa ekki bara einhverjum grútlélegum fílupúka að draga flokkin bara fram yfir björgirnar eða þú veist bara og fórna sér algjörlega. Þannig að þetta ok, hvers vegna eru fjölmiðlar svona ógeðslega skotnir í honum? Það vegna þess að okkur bara sagt það aftur og aftur og aftur og aftur og aftur að ef þú undirgengst ekki þessa lygi að Bjarni Benediktsson sé bara konungssporinn og það sé því náttúrulega að þessi helvítis flokkur sé við völd og þurfi ekki að hafa fyrir því og ef hann gerir mistök þá sé það ekki hans mistök heldur allir aðrir nota bene grein sem að Elliði skrifaði þar sem hann bara ósáttu við að eitthvað segði að ábyrgð þeirra væri eitthvað þá þeir auðvitað sagt það leið og skilaboðin eru að þú lendir á jaðrinu. Já. Þú lendir á jaðrinu. Já, og sá sem lendir fyrir að segja þetta og ég get bara talað algjörlega af eigin reynslu. Já, og sá sem lendir á jaðrinum hann lendir í ströggli. Sá sem lendir í jaðrinum lendir í ströggli, sá sem lendir í jaðrinum þarf að vinna helmingi harðar að því að hlusta sig á skoðanir hans. Þetta bara svona. Þannig að það bara allir kvatar. Núna menn að reyna að halda í þetta að því að þeir trúa því að ef að þeir geti kontribúta til þess og ég meina þetta ekki gert eitthvað svona fullur, þú veist, við ekki alltaf með fullkomna sjálfsmeðvitund þegar við gerum hluti en bara Bjarni Benediktsson gjörsamlega vanhæfur formaður, hann hefur verið það heilengi og hann svo sannarlega eftir þetta, Sjálfstæðisflokkurinn ekki stjórntækur, það ekki neinum öðrum að kenna, heldur það að hann var algjörlega stjórnlaus á síðasta kjörtímabili og bara lagði enga meiningu í sína samninga og það getur vel verið að einhverjum fjölmiðlamönnum og einhverjum álitsgjöfum sem að hafa byggt sinn success á því að vera svona svolítið allavega látnir í friði af þessu fólki, þeir svolítið erfitt með að sætta sig við þennan nýja raunveruleika en það bara það sem að gerðist og flokkur fólksins og þessi ríkisstjórn sem núna þau eru mesta áhættan. Flokkur fólksins, það að flokkur fólksins geti gert sig að álitlegum aðila til ríkisstjórnar stærsta hætta núna við þá sem að öllu stjórna hérna. Stærsta hætta við peningaöflin, pólitísku öflin þannig að sjálfsögðu verður ykkur ofur áhersla á það að þau séu svo óreind og það verður svo erfitt að ná þessu saman en ég meina þau bara eru með fullt að hæfu fólki að neina til að þau geta keypt sér aðstoð, þau geta dreigið fólk inn, þau geta reynt að ná tengingum inn í hina flokkana þú veist, þetta er bara þörf umræða fyrir ákveðið valdi í samfélaginu. En má ég spyrja þig einu sem sérfræðingi spillingu því að þú varst framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Transparency. Já, þetta sérfræðingi að vera andstæðingu spillingu þó að hitt hefði örugglega verið betra fyrir mjög fjárhagslega. Ok, ef þetta svona að fjölmiðlamennir bara meðvitað. Nei, ómeðvitað. Þetta ómeðvitað. Ómeðvituð, sjálfsritskoðun, lotningin, eru þeir bæjast ómeðvitað, frekar en meðvitað? Já, ég meina, það örugglega eitthvað pínu flókið en ég meina. Við erum náttúrulega með Morgunblaðið sem með eigendur útgerðarinnar og þann bæja sem náttúrulega eingróin. Við erum með eiginlega alla viðskipta blaðamanna pressuna mjög finnst mér þetta fólk virðist allt kjósa núverandi ástand. Svo mátti ekki gleyma því að allt og mikið efni fjölmiðla ekki samið af fjölmiðlunum. Já, þetta álitsgjafar. Þetta samið af hagsmunaaðilum og blaðamenn staðhafi ekki einu sinni efnið sem það kemur. En mér langar að koma að eina atriði varðandi þess að þú varst að nefna á þann og það Sjálfstæðisflokkurinn tapaði. Og það gerir líka VG og það gerir Píratar og sósíalistar komast ekki inn og það munaði ekki miklu að samfylkingin ditt út af þingi fyrir þessu mörgum árum. Alveg rétt. Það tók samfylkingin smá tíma að henda út, við getum sagt auðum viðum þar en þeir náðu viðspyrnu og það það sem núna verða VG, Píratar og Sjálfstæðisflokkur. Nú verða þessi allir þrír flokkar ákveða hvort að þetta sé viðspyrnan sem þeir séu komnir það neðarlega þeir séu komnir viðspyrnum. Sjálfstæðisflokkurinn getur náttúrulega farið neðar nema hann ákveði
að setja viðspyrnuna þarna og það er svo vinna sem þeir þurfa að fara í að ákveða þetta menna Framsóknarflokkurinn í sjálfu sér ekki þeirri stöðu vegna þess að hann var kortið búin að vera svona lítill flokkur, stór flokkur allt fram og tilbaka. Þau eru búin að taka þessa ákvörðun. Já og miðflokkurinn aftur á móti uppleið þannig hann ekkit, við erum ekkit að tala það að hann sé að koma á botnin og finna viðspyrnuna. Samt er hann á niðurleið, þótt hann sé á uppleið. Já, en hinir 3 flokkarnir eru í þessu að reyna að skilja hvort að þeir séu komnir með viðspyrnu, hvernig svo viðspyrna hvernig þeir geta þá snúið við sínum hag. Ég held að Bjarni Ben sé ósköp ljúfur og fínn maður og en ég held að ýmsar ákvarðanir sem hann hefur tekið hafi verið rangar. Hann ekki ljúfur og fínn í vinnunni. Ég hef margar sögur að segja óbeldi Bjarnar Benediktssonar gagnvart mér sem blaðamanni bara svo þessi sagt. Já. Það getur verið alveg frábært þegar hann tekka sig út og komin heim til sín. Ég veist ekki að hann ræðislegur fjölskyldunni. Það sem ég á við. Ég held að það sé svona. Ég bara nenni ekki að hlusta lengur á það Bjarni Benediktsson sé alveg frábær gaur. Nei, ég þekki hann sko lítið. Við erum með vísum fjórmenningar en ég svo sem ekkert verið að bróður hans var með mér í bekki MR í 3 ár, 3,5 og þannig ég þekkti föður þeirra líka og ég efast ekkert það en það sem Sjálfstæðisflokkurinn þarf að ákveða, það sem VG þarf að ákveða, það sem Píratar þarf að ákveða, þeir þurfa að ákveða hvort að þetta þeir séu með viðspyrnu, hvort þeir hafi áhuga á því að spyrna sér upp og halda áfram þannig. Já. Það og þannig það leksían sem þeir þurfa allir að læra af þessu. Já. Þú hefur sagt skjótin og þetta með mannbótadæmi, þetta skiptir máli. Fólk verður að fá að vaksa og dafna innan flokka. Það verður að vera einhver persónulegu vöxtur á því að taka þátt í pólitík. Ég hef mitt gagnrýnt þetta. Ef þessi flokkar ætla í þessa viðspyrnu, ég að reyna að taka undir með þér en mér fannst bara minn punktur verða þess undir. Þannig að það hluta þeirra ákvörðun. Þau verða að ákveða það að þeir sem starfi í þessum flokk og taki á til starfinu muni fá tækifæri til persónulegra vaxtar sko. Af því að annars bara leiðilegt og bara byltingin gerist ekkit á þess að það sé gaman sko. Það bara það. Já, það ekkert mál og ég get alveg bara kannski bætt við. Ég hef gagnrýnt þetta það svolítið skítuskokkum þegar fólk fæ ekkert með tækifæri til þess og þú ert búið að skrá í flokkin og þú ert búið að vinna ákveðin störf og svona og í stjórnmálafræði náttúrulega heil fræði sem byggja svolítið upp á þessu að það komi að við fáum ekki populistaflokka eða eitthvað svona, hvað maður segir, hálfskríti fólk á þingi, það ákveðin hreinsun, þú átt að sýna fram á það hvað þú getur og hvað þú gerir og það gerist náttúrulega með, unguhreyfingunni og svo framvegis og leyfa fólkinu að taka ábyrgð á ákveðnum hlutu innan flokksins og þannig eru þeir svolítið alast upp hvernig hlutin eru gerðir og þess vegna svo skiptir máli að vera kannski með svona styrta stóðir inn í flokknum með til að gera þessa hluti og leyfa fólkinu að dafna en svo líka með Bjarnar Ben ég alveg sammála að ég samt ég trúi alltaf góða í fólki og ég held allir sé bara það sé bara gott fólk en svo tekur það einhverju tímapunkti vonda ákvarðanir og svo þannig aðstæður að sumir bara ná ekki stoppa sig af og halda því áfram og svo fara þau réttlæta þau veit alveg að þau kannski jafnvel gert eitthvað rangt af sér en skipti máli að réttlæta það svo það líti betur út á við en ég nú ekkert viss það inn á við að fólk sé kannski endilega mjög sátt við sjálfa sig sko þegar afsagnarsök númer 10 með að við öll hefðbundin gildi í nágrannalöndunum orðin og enn fólk að tala hvað Bjarni Benediktsson sé æðislegu gaur þá verður maður svolítið þreyttur þá horfum maður til Færeyja og maður veltiði fyrir sér það en þetta ekki dálítið þráhyggja hjá okkur við erum búin að eyða núna 40% tíma 60% tíma okkur að fjalla Sjálfstæðisflokkinn í staðinn fyrir að við eigum að vera að fjalla þá sem ætla að fara að mynda ríkisstjórn og hvernig ríkisstjórnin vilja
Ég held að það hafi verið þú sem að byrjaðir á að ræða Sjálfstæðisflokki. Þú fórst að tala aðhaldið sem Sjálfstæðisflokkur myndi veita þessari ríkisstjórn og eftir það höfum við rætt Sjálfstæðisflokki töluvert mikið. En ég meina bara til að slá botnin í það, þá bara þú Sjálfstæðisflokkurinn mun algjörlega sjá það sjálfur að tortryggja sjálfum sér nema hann ákveði að hefja viðspyrnuna. Sammála. Það er bara, það þarf ekki einu svona hjálpa þeim við þetta, þau eru búin að standa sig mjög vel, það var vel gefið, þau eru í mikilli forgjöf og eru búin að standa sig mjög vel og þeir verða bara að ákveða hvað þeir ætla að gera. En það sem að skiptir rosalegu máli að þessi möguleiki sem núna á ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins og þær voru nú það greinlega var að koma í fréttum að þær eru hafnar formlega og þau eru búin að skiptast á svona stórum strókum eins og orðaði hvað sem það þýðir að Flokkur fólksins hefur allan möguleika á því að mjög hratt læra að verða stjórntækur þetta snýst samt ekki þetta snýst um institutional getu til að meta upplýsingar, móta plön og semja, það er það sem það snýst og þeir geta byggt þetta upp hratt. Má ég biðja ykkur eitt viðbragð við lokaspurning búið að vera gaman að hafa ykkur að nú að fækka flokka á þingi og þeir verða bara 6 og þá svona þessi skilvirki hluti Íslendinga hugsa með sig, þetta fínt, það mun ganga hraðar og eitthvað svona, en aðrir náttúrulega harma það mjög að þetta færi raddir sem okkur hefur fundist mjög mikilvægt að hafa í stjórnarandstöðinni. Að hvað miklu leyti mun þetta setja mark á næsta þing að fækka svona röddunum? Þú horfur á mig þannig ég skal byrja. Það er engin ideológisk ástæða fyrir því að vera með 11 flokka á Íslandi eða 9 flokka á þingi. Það getur bara verið val að fólk vilji það. Ég held að þetta sé jákvætt. Nú er svo sannarlega tækifæri fyrir VG, Sósíalista og Pírata að ræða saman. Það er bara engin munur á þessu flokkum nema eitthvað svona identity. Ég var rosa leiður yfir því að VG var að hverfa í smá tíma. Það er hins vegar breyst því að upprunið þessa flokks er einfallega komið vekk fyrir sameiningu vinstri manna á Íslandi. En finnst þér ekki pínu fyndið að Steingrímur J. Sigfússon skuli vera maður að mér finnst það fyndið en ég er smá tækifærismennsku í pólitík þannig sigra maður þannig að nú er Steingrímur bara í þeirri stöðu að þetta er leiðin til að bjarga hans flokk og ég bara ætla að gefa honum það að hann sér það alveg svo ég er bara mjög stoltur af Sigurðinga að flytja þessa I have a dream ræðu þó hún hafi verið skrifuð fyrir hann og hann þurfti að lesa hann á iPadinum vegna þess að hann bar fram tilboð kannski skila hann hann allavega sagði rasismi er ekki winning strategy lengur fyrir Framsókn og það bara er þá að taka því en það er eitt en er þetta ekki líka það var talað það ég held að það talaði með samt þessar kosningarannsókn sem er alltaf unnin að síðustu kosningar hefðu verið svona eitthvað upphaf þess að stjórnmálin væri að snúa aftur til svona hefðbundina stjórnmála fyrir hrun, þar að segja að það væri minna rót á fólki og eitthvað svona þannig er þetta ekki bara erum við ekki að fara að sjá þetta gerast kannski að pólitíkin er að fara aftur í stærri flokka og við bara og það neyðir bara fólk til þess að tala saman ég meina, ég alveg tala akkur ættu menn að vera að slást vinstrið í frekar en að vinna bara saman Marino, ég byrst afsökunar á því að ég var dónulegur við þig á hann en hver heldur þú að séu áhrifin af þessari fækkun flokkana? Áhrifin á fækkun flokkana er náttúrulega fyrst og fremst svo að það mun fækka ákveðnum röddum og rödd Pírata var gríðarlega mikilvæg þó svo að fyrirspurnir og skýrslubeiðnir og svoleiðis hafa kannski verið komnar út fyrir velsæmismör. Já, mögulega gengið út í ökar. Að þá stóðu þeir fyrir réttlátur stjórnsýslu. Já. Og þeir stóðu fyrir mannréttindum. Já. Þeir stóðu fyrir þessari mannúð sem skortið aldrei í ansi marga flokka og síðan verður eftirsjá eftir því að það sé
að hvorki VG né sósíalistar hafi komið inn vegna þess að þessi rödd sem kemur þeim meginn frá hún er bara nauðsynleg inn í umræðuna sko umræða verður ekki nema það verði komið mörg sjónarmið inn og við höfum alltaf að fagna í upphafi umræðu að það séu skipta skoðanir svo eigum við að nota umræðina til að komast að niðurstöðu og með því að okkur vanti núna sósíalist eða VG þá munum okkur vanta þessa og Píratana munum við okkur vanta þessa svona aðhalsrödd úr vinstrinu og talan ekki það ef Samfylking verður í ríkisstjórn þá engin vinstra megin við á þingi sem þýðir þeir eru ekki að fá neitt aðhald vinstra megin frá Kannski einhverjir þingmenn Framsóknarflokksins eða hvað? Já, jú, en sko félagshyggja ég lít svo á að svona íslenskir flokkar séu upp til hópa félagshyggjuflokkar það er þessi fíni munu sem greinir þá að þessi ekki hreini félagshyggjuflokkar þessi aðeins vinstri félagshyggjuflokkar eða aðeins hægri félagshyggjuflokkar vegna þess að eðli allra stjórnmála er félagshyggja það er að stýra samfélagi og að þú stýri samfélagi þá ert í félagshyggju en hérna þannig að ég mun svona sakna þessara þriggja flokka að enginn þeirra hafi komist inn einfaldlega út af fjölbreytileika umræðunar en ég efast ekkert það að það mun rigna yfir ráðherra fyrirspurnum og skýrslu fyrirspurnum og allt svoleiðis sem náttúrulega mjög kjánarætt vegna þess að þeir sem munu senda þetta inn hafðu tækifæri til að spyrja sína ráðherra allt þar til ekki þær. Jasmín, það sem ég tek út úr röddum þessara tveggja herramanna er að sko við munum mögulega sjá ef þetta gengur svona saman með þessum, ef þessar viðræður skila ríkisstjórn þessara þriggja flokka sem nú eru að spila saman, að við sjáum sko litlausara og leiðinlegra þing. Já, mögulega. Ég held ekki. Ég held að verða ekkert litlaust og leiðinlega, sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn verður í minnihluta og ég held það verður sko mjög skemmtilegt sko vegna þess að þau hafa, við skum bara átta okkur því líka, þau eru hafa sko svo stór batteri og þessi stóði sem ég tala þau eru mjög styrtar, hver sem verður formaðurinn, þau hafa sko sína menningu innan flokksins og sína aðferðafræði þar sem virkar og við sáum þetta síðustu viku í kosningum að hverju flokkarnir mistu fylgi og það aukist vegna þess að þau fóru, þetta eini svona flokkurinn svona sem þóri að fara í þetta kannski, hvað maður segja, ósangjarna spil að setja út á alla hina og svona, hvað maður segir, á góður íslensku mála svolítið út eins og svartar Pétur, það gera þetta engin íslenski pólitík nema þau og þau myndu koma upp í pontu og halda virkilega þeim við efni. Ég er sammála á hana Marino að ég er rosalega ádándi Pírata og þau hafa staðið sig gríðarlega vel að halda utanum með öllum þessum fyrirspurnum og margt gott komið úr því bæði með mannauðin og mannúð allar ég segja, mannúð og líka pöngast svolítið í stjórnarandstöðu og voru svolítið óhrætt að fara fram og stíga ákveðin skref. Það verður, ég sakna alltaf vinstri vegna þess að þó ég sé þú veist, kannski svona í heildina kannski svona pínu til hægri þá er þessar skoðanir mjög mikilvægar inn í Íslands samfélag vegna þess að við viljum byggja náttúrulega auðvitað heilbrigðiskerfi og félagskerfi á svona ákveðnum sanngirni og ákveðnum jöfnuði þannig þau gefa ákveðna mótspyrnu í umræðinni og geta haldið svolítið þeir sem stjórna landinu við efni, þannig það skiptir gríðarlega miklu máli en ég held að verður samt rosalega gaman í með að Sigmundur Davíð er miklu fleiri á hvað maður segir, miklu fleiri þingmenn núna og vonandi mæta þeir til vinnu og heldur hann ennið í sjálfur? Nei, hann ennið í ekki sjálfur en þeir kannski nenn að gera það og þó ég sé kannski alls ekki sammála og örugglega langflestu þá held ég það verður gaman að hlusta á þessa hugmyndafræði sem þau koma oft með sem eru oft svona
í andstæð allavega við mínar skoðanir en ég enga síður, ég vil fá þær fram vegna þess að það svo gaman að rökræða að þú getur haft allt á tromp og getur bara sagt nei fyrirgeðu þetta ekki svona og mér finnst þetta skipta líka málið að fyrir lýðræði að geta bara haft líka pínu svona skákmátt í umræðinni. Það annað að maður sér fyrir sér að sjálfstæðismenn og miðflokkur eigi miklu auðveldara með að fylgja sér saman samhenta stjórnarandstöðu heldur en kannski var á þessu þingi með það verður, þau munu ná því en ég ætla líka að segja þess að flokka sem að hverfa þingi að fólki þeim ekki horfið þú veist ég svo sem er búin að fara yfir það ég er með mjög blendna tilfinningar gagnvart Pírötum en fólkið í Pírötum ekki horfið, flokkurinn ekki horfinn þó hann hafi dottið út af þingi, það er fólk sem innandyra sem gæti núna fengið tækifæri til að láta ljósið skína og sitja ekki líka sveitarstjórnum en sem sagt nú gæti aðeins sviðið að vera þetta rýma aðeins sviðið fyrir vegna þess að þrásettu fólkið því hefur verið hafnað sama á við VFG fólkið í VFG ekki horfið það fór yfir í Samfylkinguna Viðreisn og eitthvað annað slíkt það er núna rosalega mikið af fólki á lausu sem að Flokkur fólksins getur notað til að byggja brýr fólk sem að nýtur traust í hinum flokkunum þú veist, ég bara þú veist, ég er ekki með mjög sterkar skoðanir á því hvort það megi vera 11 eða 13 eða 20 flokkar eða 3 af því að þú veist, það verða alltaf þessi skoðanaskipti þá innan flokkana en ég bara segja þú veist, það er ekki ideológiskar ástæður fyrir því að við erum með 11 flokka í framboði þú veist, það eru aðrar ástæður það eru svona identity ástæður og ég meina svona raðaðist niðurstaðan og nú þarf Viðreisn að horfast í augu við það þó að þau kannski hafa aldrei dottið í huga að fara í kaffiboð með Ingu Sæland og líkum að þá er það kannski það sem býður að næstu 4 árin og það er góður uppalandi margra flokka í Samfylkingunni sem heitir Dagur B. Eggertsson hann er búin að ala upp ansi margra flokka besta flokkin hjálpaði Bjartur framtíð hjálpaði Pírötum ásamt Sóleyju Tómasdóttur líka svo hún sé þannig að þú veist það er bara þetta fólk ekki horfið en það er eitt sem það er eitt lærdómur sem kemur enn einu sinni fram í þessum kosningum og Viðar Eggertsson orðar ágætlega í viðtali að fara í stjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum er eins og að fara lifandi inn í líkbæk það var rosaleg líking dagsins en það er þannig það hefur sýnt sér núna í gegnum árin nú bara hljóta leiðtoga stjórnmálaflokkana að fara átt að sjá því hljóta, af því það eru 20 ár síðan almenningur en bara ef ég má segja bara til þessa flokka sem er núna að fara að eða kjósenda þessa flokka, það er ekkert að kenna þessu leiðtogum neitt stjórnmál eru rosalega erfið og maður tapar ógeðslega oft og það er mjög erfitt að tapa ég er nýbúin að ganga í gegnum alveg risastórt tap þar sem allir töpuðu og það var, þú veist, af mínum kollegum og það er mjög erfitt en það eru líka margir sigrar og lykillinn að því að ná sigrum eftir stór töp er að skilgreina vini sína mjög breitt og óvini ofboðslega þröngt vegna þess að annars fjölgar svo hratt í óvinunum og það er bara það sem þarf að gerast núna þurfa bara kjósendur og fólk í öllum þessum flokkum og ég hef engar áhyggjur af leiðtogunum þeim 3 þau þurfa bara í alvörunni að setjast aðeins niður með sjálfum sér tekur bara örstuttastund og bara reyna að skilgreina vinina það breitt að þessi 3 flokkar geti starfa saman. Það geti haft gríðarlega jákvæðar afleiðingar fyrir Íslands stjórnmál. Það er bara ágætt að minna á þetta í samfélagslegu tillit eða við hér ég held það sem ég hugsaði. Við hér á Djöflaeyjunni við sitjum uppi hvert með annað og við þurfum einhvern veginn að finna leiðir til þess að vera hérna saman án þess að vera með þennan tendens að útiloka og hrekja þegar við erum ósammála. Og ég held að þess vegna sem að Sjálfstæðisflokkurinn var 30% umræðefninu í dag og við erum frekar þreytt á því en hann hefur misfarið með valdsík við erum með konu Jasmínu sem er núna nýbúi hún er nýr Íslendingur ekki fædd hér einmitt og samt tókst ofsalega mörgum flokkum að hunsa þennan hóp
rosalega mörgum, bara ótrúlega mörgum. Og ég eiginlega fylgdi sorg yfir þessu vegna þess að ég á tengdason sem fæddur á Filippseyjum og búin að flutti til Íslands 12 ára og tengdadóttur sem fædd í Litháen og fluttist til Íslands 8 ára og hérna sko og bræður mínir eiga líka sko tengdabörn sem fædd alls staðar í heiminum, einnig með Kína, Bandaríkin og Rússland og við verðum að fara að hugsa þannig að við erum saman í þessu liði, sama hvaðan þú fæddist, sama hvernig þú inn í hvaða efnahag þú fæddist, við erum saman og ef við ætlum að koma þessu samfélagi áfram það svona svipað eins og ganga upp stiga, ef þú ætlar að ganga upp stiga þá getur ekki bara fært hægri fótinn og skilja vinstri fótinn eftir. Nei. Til þess að komast upp þá þarftu að færa báða fætur upp stigan. Það þýðir að við þurfum að hafa alla með. En Jasmínu leið þannig þegar ég ræddi við hana fyrir nokkrum vikum að þann dag leiðinni þannig að skásta svar þeirra innflytjenda væri að stofna eigin flokk. Já, og það í gangi. Við munum gera það. Það ég ekkert hætt við það. Ég myndi aldrei segja þetta hérna. Það vegna þess að það þarf að spyrna. Þið hafið ykkar leiðir án þess að við það þarf að koma þrýstingur ofan á. Ég ekkert klink því að það kannski rétta leiðin, en til þess að stjórnmálaflokkarnir í Íslandi átta sig á því að þarna stór hópur fólk sem þau skilja út undan, það þarf að búa til þennan þrýsting. Hvað ætla þau að gera þegar kemur að næstu kosningum? Ætlaðu virkilega þá útiloka, ég meina, í engum efstu sætum einhver, hjá reyndar varaþingmaður hjá Fólki fólksins. Það voru bara síðustu tölur sem ýtti út. Hún var inni í öðru sætinu í Reykjavík norður. Akkurat, ég sá það. Fyrir en bara allra síðustu tölur komu. En sko, ég get sagt við Mörtu vegna þess að ég þekki hana og ég veit hún skilgrein sig sem innflytjandi. Til dæmis ég væri alveg til að ég búin oft hitta Pavelin hérna og rætti og aldrei pælt í því, ég spyr ekki, en ég var einmitt að benda í gær. Það svo erfitt að skilja Pavel sem innflytjanda vegna þess að hann hefur aldrei skilgrein sig þannig sjálfur opinberlega. Þannig fólki þarf að líka svolítið, því ég kem hérna inn í þátt þá segi ég, ég fæddi uppalinn í Bosníu og kem hérna á þessum forsendum og að berjast fyrir allan þennan hóp fólks vegna þess að það svo margir sem hafa leitað til mín, þannig mér finnst það svo mikilvægt að koma þeim málum að dagskrá þannig, og eina leiðin einmitt í gegnum stjórnmálin en hingað til einmitt og sérstaklega núna var dræming og ég veit alveg stjórnmálaflokkar sumi hverju hafa dreigið línuna að hafa fólki ekkert erlendum uppruna efstu sætum og þetta var bara svona skýr lína. Það ekki það fólk vildi það ekki, ég menn eins og kjördæmi ég bauð mig fram, þau gáttu sett mig annað, 3., 4., 5., 7. sæti, mér var bara sagt að þau þurfa ekkert á minni hjálp að halda. Skilurðu, þannig það ekkert eins og þeim hafi ekki gefist kostur til þess, heldur þetta bara einhvern, þau sá bara ekki tilgang með því að fá innflytjendur á lista hjá sér, þannig þessu þarf að breyta og þarna hópur fólk sem ég tilbúin að hjálpa sem vill búa til þennan flokk og kunna kannski ekki alveg öll atrið hvernig að gera þetta, þannig ég bara Engin fréttaskýrandi hefur nefnt það í uppgjöri þessara kosninga að það að til dæmis Flokkur fólksins var hársbreidd frá því að fá pólska konu inn á þing sem var inni nema bara akkurat í síðustu tölum þá datt hún. Það ekki alveg búið eða það verður endurtalið. Svo það nefnilega ekki búið ef það verður endurtalið. Og hún skilgreinir sig sem innflytjandi. Já, og þú nefnir Pavel, hvort sem við skilgreinum hann sem innflytjandi. Ég vil ekki skilgreina hann, nema hann gerir það sjálfur. En báðir þessi flokkar fengu núna með því að stilla upp kandidatum sem sannarlega eru ekki fæddir á Íslandi. Þeim gekk vel. Kannski þetta eitthvað sem að fréttaskýrendur hafa bara horft frá. Við þurfum bara sem þjóð aðeins að þroskast. Við þurfum að hætta þessu eilífa fara í þetta manngreiningarálit að búa til stéttaskiptingu sem ekki til staðar. Hún náttúrulega til staðar.
En eina stéttaskiptingi sem raun og veru til staðar í Íslandi eru þessir innflytjendur sem er nýðst á af launagreiðendum allt og víða. Nei, ég er svo ósammálaður. Það mikil félagsleg stéttaskipting. Já, ung börn og svona og ég þekki alveg hvernig íþróttafélögin, skólarnir og annað. En þessi stéttaskipting svo langskýrasta og mest ábyrgandi. Já, hún það, en líka kynslóðaskiptingin, sko. Já, hún rosalega. Heyrðu, en hérna, ég er búin að hafa ykkur hérna í næstu 1,5 klukkutíma og við ætlum að vera max í klukkutíma, þannig að augljóslega hefur Það var gaman. Já, ástríða, ég ránaði með það að hérna hér þegar tíminn líður svona hratt og þegar fólk eins og síðast. Kærar þakki fyrir að koma, Atli, Marino og Jasmína. Takk fyrir. Það verður fróðlegt að sjá hvort þessar stjórnarmyndunar viðræður skila árangri eða ekki. Við höfum farið yfir það að það eru ekki allir á sama máli við þetta rauða borð, hvernig fer, en við höldum áfram að ræða stöðuna, pólitíkina og samfélagið og næsta kafla ætlar Gunnar Smári Egilsson að bera á borðið. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.